En sem sagt, að af þeim sem voru skráðir í síðustu viku, að þá eins og ég segi, við vorum með fólk af öllu landinu og ekki bara þessum svona 5 stöðum sem að við höfum auglýst, heldur var líka með okkur í síðustu viku hópur frá Hornafirði sem að hafði komið sér saman þar frekar en að þurfa að ferðast annarkvort á Selfoss eða til ykkar. Og við erum með fólk sem er í safnfræðslu, við erum með skólastjórnendur, stefnumótendur, kennaranema líka. Þannig að þetta er mjög fjölbreyttur hópur og við vonum að þið gerið allt sem þið getið til þess að læra svolítið hvert af öðru. Hitt er líka að mér finnst svolítið áhugavert að það er mikil nýliðun í þessu að af þeim sem voru skráðir í síðustu viku að þá var í rauninni bara 1/4 sem að hafði tekið þátt í samspili 2015. Þannig að þið eru flest ný. En ég hveti ykkur til að nýta svolítið reynslu þeirra sem að voru í samspili 2015 og þeir láta örugglega vita af sér. Og þetta finnst mér mjög mikilvægt og áhugavert vegna þess að ég er svolítið aðdáandi Gregory Bateson sem að hélt því fram einhvern tíma, já svona ef ég leyfi mér að summera svona ýmislegt sem að hann sagði að nám á sér stað alltaf þegar upplýsingar flytjast milli aðila. Það er að segja ef ég segi ykkur eitthvað að þá lærið þið eitthvað, við erum ekki alltaf með á hreinu hvað það er sem þið læriðu, en að eitthvað nám á sér stað. Það er spurt hvort það er að vera komin inn á einhverja vefsíðu, ekki strax. Ég læt ykkur vita á eftir þegar við ætlum að kíkja á netið. En það sem að þetta vekur spurningur sem sagt ef að nám á sér stað þegar upplýsingar flytjast á milli aðila, þá hvað eru upplýsingar? Og Gregory Bateson kom með þessa skemmtilegu skilgreiningu á upplýsingum sem að ég skrifaði nú BA-ritgerðin mín í heimspeki skilgreiningar á upplýsingum og þetta var alltaf þessi skemmtilegasta, að upplýsingar eru a difference that makes a difference. Þannig að við getum fengið alls konar upplýsingar sem að fara inn eitt eyra og út hitt. Og það eru kannski upplýsingar sem að hafa kannski ekkert upplýsingagildi fyrir okkur. En oft er þetta spurning að taka þær upplýsingar sem við fáum og finna upplýsingagildið sem að er í þeim. Og ég held að þetta sé svolítið mikilvægt sérstaklega þegar við erum með fjölbreytta hópa. Og við þurfum svolítið að vera meðvituð það að fólk með einn bakgrunn að það kannski talar hluti sem að skipta okkur máli en tala það á mismundi hátt og þá er þetta spurning að gefa fólki sens og að hlusta á fólk og skoða það sem það postar á samfélagsmiðlum og fleira og reyna að fá út úr því það sem við getum. Þannig að þetta er svona aðeins smá svona filosófía á bakvið samspilið. Nú ætla ég að biðja ykkur þetta svona fyrsta verkefni ykkar í dag og nú ætla ég að nota sígilda upplýsingatækni sem er bara blað og blýantur en ef þið eru ekki með svoleiðis þá megið nota eitthvað snjallsíma eða tölvu eða hvað sem þið eru með. Og hugsa tvennt sem að þið hafið lært í dag sem að nýttist ykkur á einhvern hátt eða þið sjáu fram á að geti nýst ykkur á einhvern hátt í ykkar starfi. Bara eitthvað tvennt og skiptir í rauninni engu máli hvað það er. Það er svona ekki hugsa of mikið þetta. Og ég ætla að gefa ykkur smá tíma til að hugsa það. Ok, geymum þetta síðan aðeins og við komum að þessu aftur og eftir. Þið fengu tilkynningu það að fara inn á Flipgrid og taka þar upp svona örstutta kynningu á ykkur sjálfum og eflaust eru einhverjir sem eru ekki búnir að gera það
Ég veit að allavega það voru einhverjir sem að skráðu sig í dag og hafa ekki komist í það. Þannig ég ætla að biðja ykkur að klára það núna. Og sem sagt, ef það eru einhverjir á svæðinu sem geta hjálpað öðrum sem að þekkja ekki Flipgrid að gera þetta, þá væri það mjög æskilegt að fara þannig á milli. En ég skal líka sýna ykkur á skjánum hvernig þetta er gert. En Flipgrid er mjög áhugavert tæki sem að hefur orðið mjög vinsælt í námi og kennslu og eflaust einhverjir ykkar sem að hafa notað þetta. Ég er alltaf smá stoltur vegna þess að það vill svo til að ég var á staðnum þegar þetta var fundið upp. Þetta voru samnemendur mínir í háskólanum í Minnesota þar sem ég var í mínu framhaldsnámi sem að bjuggu þetta til og það voru miklar umræður og það var meira að segja í tíma sem að ég var með þeim og þeir komu með þessa hugmynd og margir voru nei, þetta var aldrei eftir að ganga upp. En með þrautseigju og vilja að þá létu þeir þetta ganga upp og bara fyrir á árinu þá seldu þeir Microsoft þetta fyrir gríðarlega mikinn pening. En ég ætla að fara núna inn á Flipgrid síðun okkar og bara renna aðeins í gegnum aðalatriðin í þessu og sýna ykkur aðeins hvað er hægt að gera með þessu. Að ég er búinn að búa til svokallað grid fyrir okkur sem að er bara á þessari slóð sem að er á glæðrunni. Og ef við förum þangað inn, sum ykkar þurfum kannski að skrá ykkur inn í Flipgrid en þið notið bara samfélagsmiðla aðgang. Og sem sagt hérna er gridið okkar og það sem við erum að vinna með er þetta sem er kallað Let's Connect. Og við smellum bara á Let's Connect til að fara inn á gridið þar sem að þið þurfið að setja ykkar kynningu. Og svo er að smella á plussinn hérna til að taka upp ykkar kynningu. Og þið verðið örugglega spurð hvort að Flipgrid megi hafa aðgang að myndavél ykkar og hljóði og það þarf að samþykkja það ef þið ætlaði að taka upp. Ef þið eru ekki tilbúin að samþykkja það þá bara sleppið ég að taka upp. Og Flipgrid notum við til að taka svona örstutt myndskeið og þegar við búum til og allir kennarar hafa aðgang að þessu og þegar við búum til svona grid þá tökum við fram hvað vídeó má vera langt og ég setti 90 sekúndur á þetta, mér finnst það alveg nóg og þegar við höfum tekið upp þá kemur svona panel og ég getum smellt á hann og farið inn á. Góða kvöldið, Lilja Þorvarðar. Og hlusta á kynningu og við getum lækað hana, ég er búinn að læka hana en það er svona, ég er búinn að benda þeim sem forritarunum á að það er hægt að læka hluti oftar en einu sinni. Það þyrfti kannski að laga það. En eitt sem að við getum gert sem við höfum ekki notað í þessum kynningum er að við getum svarað því sem að aðrir hafa tekið upp. Ef við smellum hérna á þetta og þá kemur reply, en það er í sama stíl og allt Flipgridið, þannig að svörin eru alltaf upptekin vídeó líka. Það er allt sem að er í Flipgrid er upptekið vídeó. Þannig að þið setjið ykkar kynningar hérna inn, þeir sem að það vilja og ég er að vonast til að við fáum sem flesta af þáttakendum til að kynna sig þarna inn á. Við taka smá tíma til að taka upp eða ætlaði að gera það seinna? Bara seinna svo... Já, ok. Netið er eitthvað stríð okkur. Já, ok. Það var einhver truflun á netinu hér líka fyrir í dag, samband og þeir lofuðu mér að allt væri komið í lag. En, Já, ok, þá kannski. Herðu, þá bara höldum við áfram og núna það er ykkur að taka eftir upp þessa 2 punkta ykkar. Ég ætla ekki alveg að sleppa ykkur, ég ætla að biðja ykkur að hugsa eitt atriði viðbót sem að þið hafi lært í dag, 3. atriðið,
sem að nýtist ykkur á einhvern hátt í ykkar starfi. Og ástæðan fyrir því að ég ákvað að biðja ykkur þriðja punktinn svona eftir á að rannsóknir sýna það að ef ég kem aftur að þessu að þá eigi þið að koma með frumlegri hugmyndir núna. Og ef þið eru komið með þetta þriðja atriði að þá ætla ég að biðja ykkur að fara inn á Padlet sem að ég hef búið til fyrir okkur og margir þekkja Padlet, þetta mjög aðgengilegt app sem að hægt að nota og og margir nota með nemendum og þið getið farið inn á annarkvort með því að slá inn slóðina sem að þarna eða þá að skanna QR-kóðan og þá komið inn á Padlet við höfum búið til og ég ætla að biðja ykkur að setja inn á þetta Padlet þetta þriðja atriði sem að þið punktuðu hjá okkur sem þið lærðu í dag. Og til að búa til nýtt Padlet, nýjan límmiða inn á Padletið, að þá getið þið smellt á plussin eða ef þið eru á spjaldtölvu að þá ef þið eru á spjaldtölvu að þá bara tvísmellið eitthvað staði inn á og þá verður til svona miði og þá setjið þið bara ykkar miða þarna inn á og við ættum öll að geta séð þetta. Og það hægt að setja líka myndir inn á Padletið og það hægt að setja vefslóðir og ýmislegt fleira. En við ætlum að láta nægja að skrifa bara stutta texta. Já. Geturðu sett aftur slóðina og QR-kóðan svo ég getur farið inn á þetta? Já. Jæja, læra á Padlet, flipgrid, alltaf að læra eitthvað nýtt. Mjög flókið og krefjandi starf, alveg frábært. Today, many students, já. Að nemendur eru tregir til að nota upplýsingatækni. En hérna sjáum við að jafnvel á svona Padleti, þar sem að flestir sögðu bara frá því að hafa lært á flipgrid eða Padlet, að þá kom samt eitt sem að allavega finnst mér mjög áhugavert sem að ég vissi ekki áður. Þannig að ef við fáum fólk til að deila með okkur, að þá ég held að við lærum alltaf eitthvað nýtt. En svona bara í lokin Padletið þetta þetta app ókeypis upp að einhverju marki, mér minnir að að fólk má búa til upp í 4 eða 5 Padlet ókeypis. En ef maður ætlar að hafa fleiri opin Padlet í einu þá þarf að borga fyrir það. Þannig að þetta er mjög þægilegt fyrir kennara ef þeir eru ekki að búa til eitthvað sem þau þurfa að hafa aðgengilegt lengi. Það er hægt að nota þetta með einum hóp, síðan bara eyða þessu, búa til nýtt og þá hefur maður alltaf svigrúm til að gera meira. Jæja, ég haldi nú áfram. Bara svona í stórum dráttum þar sem að ég var kannski búinn að tala ég er búinn að tína gluggana mínum þar sem ég fylgist með kommentum frá ykkur. Ég veit ekki af hverju, ég finn hann ekki eftir. En ef þeir eru með spurningar aftur,
það þessi slóð hérna uppi og þið getið sett hérna spurningar þangað inn og ég kíkja á þær á eftir með ykkur. En samspilið að eins og ég segja að hérna við byrjuðum á þessu, keyrðum hérna samspil 2015 og þá var svona okkar hugmynd sem að vorum með í að þróa þetta, að það var þetta sem sagt bæði að fræða ykkur nýtt efni og svona mæta ykkar þekkingaþörfum tengslum við ykkar starfsþróun, en líka leið að efla ykkar starfssamfélög. Það að segja að svona sýna ykkur verkfæri sem að þið getið notað til að reyna að ýta undir meiri samskipti ykkar á milli sem að starfið við fræðslustörf og ekki bara skólafólk. Eins og ég segi, við erum með fólk sem í safnfræðslu og skólastjórnendur og það eru tónlistarskólar og tómstundastarf og svoleiðis, að hérna nýta samfélagsmiðlana til þess að skapa svolítið svona svæði og umhverfi þar sem að upplýsingar eru svolítið flæðandi, svolítið frjálsar. Og hérna þetta nafn samspil, að þegar þetta kom að þá sá ég alltaf fyrir mér að þetta væri svolítið svona hópur sem að væri að djamma eins og jazzhljómsveit og allir sem sagt koma með sitt innlegg en við erum svolítið að leita að þessum samhljóm sem að hérna snertir hjartastrengi allra. Og hérna þetta Mary Halvorsson á gítar hérna, ef þið eru áhuga fólk jazz og þekki ég ekki Mary Halvorsson, ég mæli með henni. Besti jazzgítarleikarinn í heiminum í dag held ég. Til þess að miðla þekkingu og reynslu, að þá notum við þessa samfélagsmiðla og flest ykkar kannski kannist við eitthvað af þeim samfélagsmiðlum sem verið að nota og til dæmis hafa það kannski mest verið Facebook-hópar sem hafa verið svolítið ráðandi í þessu, en við erum líka, sem sagt, það svona ákveðin hópur sem mikið að nota hérna Twitter og notar þá umræðumerkið hérna menntaspjall. Síðan líka svolítið vaxandi hópur sem með eigin vefi og eru að skrá sína eigin reynslu í greinum sem birta á opnum vef og hérna sem aðrir geta þá farið inn á og hérna lesið og lært af, og meðal annars Ingileif Ástvaldsdóttir, skólastjóri í Þelamerkurskóla, hún með vef sem hún kallar barabyrja.is og hérna og Fjóla, man ekki hvers dóttir sem á leikskólastiginu, hún með vef sem heitir fikt.kópavogur.is, mjög fróðlegur og ýmislegt annað og við komum til með að deila því með ykkur og líka að sýna ykkur svona ýmis verkfæri sem að þið getið notað ef þið hafið áhuga að gera það saman. Þetta hentar ekki öllum, en þetta ein leið til að stuðla að því að upplýsingar flæða í gegnum þessi starfssamfélög og það svona eitt af okkar markmiðum utan þess að fræða ykkur nýjungar. Nú einingin sem ég alltaf að tala að við tölum alltaf starfssamfélög, en það vegna þess að menntamiðja sem að stendur að baki þessu verkefni, að við höfum notað þessa sem sagt, hugmyndafræði eða kenningu, hvað sem þú vilt kalla, starfssamfélög sem að Etienne Wenger svona helsti höfundur að við höfum notað þetta svolítið sem leiðarvísir og vegvísir hvernig við viljum sjá starfsþróun hérna þróast og starfssamfélög þar sem að kannski helst sem að þarf aðalega að hafa í huga þó að við notum mikið tækni í dag og samfélagsmiðla fyrir starfssamfélög að þá starfssamfélagið aldrei tæknin og aldrei háð tækninni, að starfssamfélag alltaf hópur fólks. Eins og ég segi, við leggjum áherslu á samfélagsmiðla vegna þess að þetta bara öflugasta samskiptaleiðin sem að við höfum í dag. En hins vegar ætlum við ekki að skylda neitt til þess að vera á samfélagsmiðlum.
Það svolítið ykkar að finna það hvað hentar ykkur á því sviði. Svona aðeins í sambandi við starfssamfélög og af hverju við leggjum áherslu á samfélagsmiðla að það bara þessi breyting sem hefur átt sér stað. Að starfssamfélög og þessi kenning Wengers starfssamfélög, hún hefur orðið svo lífseig vegna þess að ég held að allir viti einhvern veginn að hann hitti á eitthvað sem rétt, sem allir vissu að við komum okkur saman alltaf með þeim sem við erum að vinna með og spurjum nýjar hugmyndir og nýjar leiðir og þess háttar, en það var aldrei búið að formalisera það og það kannski það sem að Wenger gerir. En síðan hefur umhverfið starfssamfélaga breyst töluvert með tilkomu upplýsingatækni og sérstaklega samfélagsmiðla. Og núna höfum við miklu greiðari aðgang að starfssamfélagunum okkar og getum þá notað á annan hátt. Og ég hef núna verið að fylgjast með þessum starfssamfélögum íslenskra kennara og annara sem að koma að fræðslustörfum í 5 ár og safna ýmsum gögnum þetta og ég séð alveg ótrúlegustu hluti að þegar einhver kemur með spurningu og leggur hana fram í einhverjum Facebook-hópi og það bara búið að leysa málið á 5-10 mínútum vegna þess að hann hefur allt íslenska skólasamfélagið svolítið til þess að vinna þetta með sér og það mjög aðdánavert að sjá hvernig þetta virkar þegar fólk tekur þátt. Ég var að spá í hvort að við ættum að taka okkur kaffipásu áður en ég fer áfram í þetta. Hvað segið þið um það? Ég get ekki séð skrifið komment frá okkur. Við erum alveg til í að fá okkur köku. Já, það ekki? Já. Ég var að taka okkur svona 10 mínútur. Já, það bara glæsi. Já. Þá ætla ég að fara yfir sem sagt svona hvernig fyrirkomulagið verður á þessu samspili okkar. Og sem sagt, við byrjum með, eins og þið eru á núna, þessu sem við kallum útspil, sem eru svona fræðslu dagar þar sem að þið fáið svolítið að hittast og vera saman og fara aðeins yfir og hugsa það sem að við ætlum að gera, en að öðru leyti fer langmest af fræðslunni fram á netinu. Og fyrst og fremst eru það vefmálstofur og þær verða 4 að minnstakosti. Það gæti verið að við bætum einhverju við bara eftir því hvað við sjáum bara það sem að fjármagn leyfir og tími og áhugi. Að fyrsta málstofan verður á morgun og við ætlum að hafa þær þannig að það svona tvöfalt, sem sagt fyrst innlegg frá þeim sem að verður með vefstofunni, sem að verður deilt með ykkur, sem að bara vídeóupptaka og ég með vídeóupptökuna fyrir morgundaginn tilbúna og deili því með ykkur bara núna á eftir. Var að ramba sig að reyna að klára það áður en við byrjuðum en náðum ekki. Þannig að það kemur á eftir og síðan sem sagt vefmálstofa í gegnum netið eins og við erum að gera núna, sem að í rauntíma þá og þá sem sagt þið getið annarkvort gert eins og þið eru að gera núna að vera saman að fylgjast með eða þá hver og einn heiman frá sér og þið fáið upplýsingar hvernig tengið ykkur inn á og það verður á sama tíma og við erum núna þetta sem sagt svona korter yfir 4 og þessi verklega vefmálstofa sem að fer fram í rauntíma að við gerum ráð fyrir að þetta verði helst ekki meir en svona cirka 30 mínútur. En þetta verður svolítið hands-on að sem sagt, þið fáið að kynnast, sem sagt, að læra einhver verkfæri sem að þið geti nýtt ykkur í sambandi við, við nám og kennslu sem að tengist á fræðsluefni samspilsins sem að þetta sem sagt, menntun fyrir alla, svona yfirbyggingin og ykkar
starfsþróun, verðum svolítið með áherslu á upplýsingatækni í tengslum við menntun fyrir alla. En þið fáið að heyra miklu meira það í næsta útspilinu sem verður 28. nóvember. En þessi vefmálstofa sem verður á morgun, það verður með Skúlínu Hlíf Kjartansdóttur sem doktorsnemi hérna á menntavísindasviði HÍ og hún ætlar að tala tölvuleiki og nám og hún búin að vera sem sagt að vinna rannsóknarverkefni í tengslum við það og í norrænu samstarfi og ætlar að kynna fyrir ykkur meðal annars nýjan vef sem sérstaklega tilengaður tölvuleikjum og hvernig þeir geta nýst í námi og kennslu og sem að þið geti notað ykkur, að það verið að opna þennan vef sérstaklega fyrir ykkur. Þannig að ég vona að það verði gagnlegt fyrir ykkur og það verða ýmsar upplýsingar og tilvísanir á leiki og sem sagt hvernig aðrir hafa notað þessa leiki og þið geti komið með upplýsingar hvernig þið hafi notað þessa leiki, þannig að viljið nota leiki og þetta verður mjög áhugavert allan. Síðan það samfélagsmiðlar og við erum með Facebook-hóp sem þessi samspils Facebook-hópur sem að þið öll að hafa fengið tölvupóstum og ég hveti ykkur að ganga í hann. Þetta Facebook-hópur sem var stofnaður fyrir samspil 2015, þannig að það fólk þarna inn á sem að tók þátt í fyrra samspilinu og þið ættu að líta á það sem svolítið auðlind fyrir ykkur að hafa aðgang að þessum hópi. Hann samþykkti það sérstaklega að þið fengju að fara inn í þennan hóp frekar en að stofna nýjan hóp fyrir ykkur, þannig að það alls konar öflugt fólk þarna. Ef þau eru með einhver spurningar sem sagt, hvernig samspilið virkar eða þá eitthvað sem að þið eru að gera, vantar ykkur ráð í tengslum við upplýsingatækni í nám og kennslu, menntun fyrir alla og fleira, þá þetta góður staður til að varpa fram spurningu og þið getið fengið svör örugglega mjög tímanlega. Ég hvet fólk líka til að hugsa Twitter, að ég hef svolítið fengið það að það virðast margir vera eitthvað á móti Twitter og ég veit ekki alveg af hverju, en mig grunar að það sé að fólk hefur ekki alveg náð að tileika sér miðilinn, en þetta mjög öflugur miðill til að koma sér upp tengslaneti og í rauninni til að skapa sitt eigið upplýsingaflæði sem að nýtist í starfi og það mjög öflugur hópur inn á þessu umræðumerki Menntaspjall sem að alltaf að tísta og ég hveti ykkur til að nota þetta ef þeir eru algjörlega mótfallin Twitter, það ætlar enginn að þvinga ykkur til að fara þarna inn, en ég vona samt að þið gefið okkur tækifæri til að sýna ykkur og segja af hverju þetta góður miðill og hvernig hægt að nýta. Sum ykkar vita kannski voru einhverjir á ráðstefninu á Sauðárkróki núna síðustu helgi, utis.is, að mér finnst það eiginlega svolítið gott dæmi vegna þess að það mjög takmarkaður fjöldi sem að kemst á þessa ráðstefnu, bara út af því að það svo fá gistipláss í sveitafélaginu, en þeir sem að sækja þessa ráðstefnu eru rosalega duglegir að tísta það sem þeir eru að kynnast og allt sem þeir eru að fá af þessara ráðstefnu og það nánast hægt að fylgjast með ráðstefnunu á Twitter án þess að vera á henni. Og síðan það ykkar starfssamfélög, eins og ég segja að starfssamfélög nota mikið tækni en þetta snýst fólkið og ég vona að þið náið að skapa ykkur tækifæri til þess að koma ykkur saman og gera hluti saman. Ég veit að þið hafi verið svolítið virkt með að halda menntabúðir og þess háttar og halda því áfram og tengja svolítið við þetta samspil. Þetta mjög góð leið til að velta fyrir sig hvað erum við að læra og hvernig erum við að nýta þetta og þess háttar. Nú, vefmálstofunar, ég var eiginlega búin að fara í gegnum þetta. Það stendur hérna að við ætlum að nota Google Hangouts fyrir vefmálstofunar.
ég reikna með að við komum til með að nota Adobe Connect sem við erum að nota núna frekar en Google Hangouts. Það hefur bara ekki alveg virkað nógu vel að nota Google Hangouts. Ég hefur svona vilja nota það vegna þess að það miðill sem að þið hafi greiðan aðgang að. Þið hafið ekki greiðan aðgang að Adobe Connect. Adobe Connect svona kerfi sem að stórar stofnanir eins og HÍ með og kostar gríðarlega mikinn pening. En vissulega fyrir svona ykkar á milli þá vel hægt að nota Google Hangouts og ég mæli með því að þið kynni ykkur það að það býður í rauninni upp á flesta sem við erum að nota í Adobe Connect núna, ókeypis, virkar á öllum tækjum og mjög aðgengilegt. Ég held áfram með verkefnavinnuna og þetta eitthvað sem við kannski gerðum var ekki mjög skýrt í fyrra samspilinu sem við höfum bætt við núna, að það að vera með svolítið vel skilgreint verkefni sem að þið komum til með að vinna í tengslum við samspilið. Og þetta verður þannig að ég ætla að skipta ykkur í hópa og ætla að gera það svolítið svona random en eftir ákveðnum kríteríum. Ég ætla að reyna að tryggja það að sé einhver blöndun á milli svæða, landsvæða og milli skólastiga, þannig að þetta verða svolítið fjölbreyttir hópar og að þið þurfi kannski að nýta ykkur svolítið upplýsingatækni í að vinna þetta. Og það eru 4 verkefni sem að við höfum svolítið svona skilgreint en samt þau eru ekki skilgreint mjög stíft ég vil að þið hafið svolítið mikinn sveigjanleika að laga þetta að svona ykkar áhugamálum en samt að það rúmist svolítið innan áhersluatriðanna sem við erum að taka fyrir í þessu samspili og það náttúrulega þetta með starfsþróun annars vegar og tækni í þágu menntun fyrir alla og eins og ég segi þið læri meira það í næsta útspilinu hvað við erum að tala þegar ég tala menntun fyrir alla. En það verður þetta sem sagt eitt verkefni verður að skipuleggja og framkvæma svona spjalla á Twitter eins og við gerðum hérna áður fyrir á menntaspjalli og þá eru það svona klukkutíma umræður og þið fáið að kynnast því svolítið betur seinna. Hitt verkefnið að búa til stutt myndskeið sem verður þá sett á YouTube og miðlað á netinu sem að tengist annars vegar annarkvort starfsþróun eða menntun fyrir alla og verður miðlað á netinu á þann hátt að við reynum að skapa umræður í kringum það. Og svo verður það annarkvort að finna eitthvað samfélag kennara sem á netinu, einhver Facebook-hópur sem kannski ekki mjög virkur og reyna að blása í hann lífi eða að skapa nýjan vettvang inn á þeim miðlum sem hafa oft verið notaðir eða á nýjum miðli og eins og ég segi allt þetta, við förum betur í þetta allt saman síðar og síðan verður 4. verkefnið, það að skipuleggja menntabúðir, einhvers konar viðburð fyrir starfssamfélagið, nærsamfélagið í kringum ykkur. Og við eigum eftir að kynna ykkur svolítið svona aðrar aðferðir en menntabúðir. Menntabúðirnar hafa verið mjög vinsælar og frábær leið en það ýmislegt annað sem hægt að gera líka til að fá fram svolítið öðruvísi virkni. Þannig að þetta eru þessi 4 verkefni og við gerum ráð fyrir að eins og ég segi, ég skipti ykkur í hópa og ég gef ykkur þann verkefnaflokk sem að þið eigi að vinna í og síðan vinni þið saman að því að ákveða efnistök og svoleiðis en í samráði við mig og aðra sem að koma að samspilinu. Og hugmyndin aðalega að þetta sé ekki rosalega mikil vinna fyrir ykkur en að þið náið að búa eitthvað til sem að nýtist samfélaginu, skólasamfélaginu í heild á einhvern hátt. Og þetta höldum við áfram að ræða á meðan á
samspilinu öllu er. Einhverjar spurningar þetta fyrirkomulagið og það allt? Ég sé að þeir eru ekki mikið að senda spurningar inn á glærurnar mínar. Nei, við erum ekki með slóðina, eða veistu, við erum ekki komin inn á neitt. Já, hún hérna fyrir, sjáu hann ekki fyrir ofan glærurnar. Jú, það eru ekki allir komin inn á þetta. Já. En þeir getur bara sett inn spurningar og ég kíkja á þetta af og til og svoleiðis. Glæsi. En þá ætlaði ég sem sagt rétt í lokin bara svona að tala samfélagsmiðla og hvernig þeir nýtast í starfsþróun almennt og hvernig við notum þá í tengslum við samspilið. Að eins og ég segja að þetta í dag, þetta bara aðalvettvangurinn fyrir svona samskipti starfsþróun og þegar við erum að miðla nýjum hugmyndum eða sækja okkur nýjar hugmyndir að það gerist náttúrulega í vaxandi mæli bara á netinu og í gegnum samfélagsmiðla. En samfélagsmiðlar eru, já. Menntabúðirnar á morgun, verða þær teknar upp? Já, málstofuna á morgun. Vefmálstofa. Já. Já, þær verða teknar upp. Já. Ok, glæsi. Þannig ef þið náu ekki að fylgjast með þá sem sagt, þið fáið tækifæri til að sjá upptökuna seinna. Ok, frábært. Já. En svona fyrst með samfélagsmiðlana, að ég ætla að gera smá tilraun fyrst. Ég ætla að biðja ykkur að fara inn á þessa slóð POLLEVAF, þið sjáu þetta fyrir framan ykkur, Tryggvi Þey 320 og sláið inn samfélagsmiðil sem að þið notið helst í tengslum við ykkar starfsþróun. Ok. Já, það allir bara skrifa. THA Ussólni Já, 320. Já, THA Ussólni 320. Einhverjir notaði eitthvað sem heitir aðalega. Ég þarf að kynna mér hann. Það THA Ussólni Svo 320. Er eitthvað milli Tryggvi og það? Nei, það Tryggvi THA Ussólni 320. Gerðirðu hinum megin stórt? Þannig að Pól Já. Getur verið eitthvað einn stafur eða eitthvað? Já. En þetta voðalega skemmtileg leið til að gera svona, þetta Google Slide sem ég að nota og maður getur notað þetta POLLEVAF til að gera þetta svolítið gagnvirkt og fengið svona svör frá nemendum í rauntíma. En ég held að það sé fátt sem að komi á óvart Facebook svolítið yfirgnæfandi en skemmtilegt samt að sjá hvað eru margir sem að nota Pinterest. Að það miðill sem að ég hef ekki mikið notað. Það skilst mér að það sé aðalega kvennamiðill á einhverjum ástæðum, ég veit ekki af hverju, en það verið loðað svolítið við Pinterest að það langmest konur sem að nota hann. En Facebook, Twitter, ég sé líka að við erum með menntaspjall og UDIS 2018, ég vil reikna með að það sé tilvísun í þessi umræðumerki á Twitter. Og Yngvi Hrannar, einmitt, að Yngvi Hrannar alltaf með sitt menntavarp og menntavarp dæmi svo kallað hlaðvarp eða podcast
og þau eru svolítið, ég held að þau séu svolítið að verða vinsælli hérna á Íslandi og hérna Yngvi Hrannar hefur verið með þetta og núna var hérna hún Ingileif í Þelamerkurskóla, hún var að setja á vefinn sitt fyrsta hlaðvarp, mjög áhugavert, mæli með því, það á vefnum hennar barabyrja.is. En þetta mjög fjölbreytt, það sem að fólk notar og eitt sem að kannski gerir þetta svolítið snúið fyrir okkur með alla þessa miðla og alla þessa mismundi leiðir sem að fólk notar til að sækja sér upplýsingar að það að ná einhverju yfirsýn yfir þetta og það getur stundum verið svolítið erfitt en eitt sem að við eigum svolítið eftir að tala hvernig við reynum að samnýta þessa miðla og ég ætla að leyfa mér að halda áfram hérna með glærurnar mínar að við tölum það sem að kallað sem sagt stafrænt kjörlendi að í dag þegar við erum að interakta við þessa samfélagsmiðla og nota þá til þess að deila og miðla og sækja okkur upplýsingar að þá erum við aldrei að nota eitthvað eitt, við erum að nota þetta allt í bland og þetta svolítið okkar stafræna kjörlendi sem að myndast þegar við erum búin að ákveða sem sagt hvaða miðlar það eru sem að við erum kannski helst að nota. En sem dæmi svona þetta stafræna kjörlendi og hvernig við samnýtum miðla þá sem sagt efast ég ekki að við erum öll mjög ofta að horfa á YouTube-vídeó en flestir fara sennilega ekki svo oft inn á YouTube til að horfa á vídeón. Þetta allavega reynslan vegna þess að YouTube hefur bara gert það mjög auðvelt að deila vídeóm sem eru vistuð þar á öðrum miðlum. Þannig að við fáum YouTube-vídeó í gegnum Facebook á öðrum vefsíðum. Það jafnvel þannig með Twitter líka að Twitter gerir okkur mjög auðvelt að deila því sem að þar á öðrum miðlum. Við getum annaðhvort sett það á vefsíðu, við getum deilt því á Facebook, maður sér það oftar í fréttum að þá höfð með tíst gjarnan frá Trump, hann svolítið duglegur á þessum miðli og þetta sem sagt bjóða eiginlega allir þessir miðlar upp á. Og vefurinn sem að við erum að byggja upp í tengslum við Samspil 2018 og þið fáið svona betri kynningu á síðar, að þar ætlum við að gera svolítið tilraun til að ná svolítið utan þessa ólíku samfélagsmiðla og skapa þar svæði þar sem við getum fengið svolítið yfirsýn. Einn gallinn á því að Facebook sem að sennilega mest notaður og við gátum séð á fyrir glærunum þegar þið voru að setja inn þá miðla sem að þið notið, að Facebook ekki mjög opinn. Hann leyfir okkur ekki að deila miklu inn á öðrum miðlum, sérstaklega það sem að fer fram í Facebook-hópum. Og það bara út af náttúrulega umræðu persónu upplýsingar og þess háttar. Þannig að það ekki hægt að miðla því sem að gerist í samspilshópnum inn á einhverja aðra vefsíðu eins og við getum gert með YouTube eða Twitter. Heldur þurfum við alltaf að fara inn á og vera logguð inn á Facebook, að Facebook þarf að vita hverjir við erum til þess að geta farið inn á þessa hópa. En þetta komum við til með svolítið að vinna með og eitt markmið okkar í samspilinu almennt einmitt svolítið að efla þetta stafræna kjörlendi og víkka þetta út og gera þetta svolítið líflegri út af því að það eru alltaf mismunandi, það alltaf einhverjir nýir miðlar að koma og stundum þarf maður að svolítið að skoða og ég að nota rétta tól fyrir það sem ég að reyna að gera. Og eitt sem að kannski vert að hafa í huga þá svona hvað það sem að greinir þessa samfélagsmiðla í sundur. Hvað raunhæft að ætlast til að fá frá þessum samfélagsmiðlum og þeir eru bara ólíkir að gerð og uppbyggingu. Þetta svona ákveðin flokkun sem að ég hef notað í námskeiðum hjá mér á menntavísindasviðinu og byggir á nokkrum flokkunarkerfum en það ekkert
Sko það aldrei hægt að segja að einhver miðill falli bara undir einhvern einn flokk eða einn flokkur sé svo skýr að hann nái yfir ákveðið að þetta oft spurning hvernig við notum miðlana. En eins og ég segi með Twitter, að Twitter svona miðill sem að við notum gjarnan til að tengjast öðrum aðilum. Og það eru ofta aðilar sem að við þekkjum ekki neitt. Þú veist, ég að followa fullt af fólki sem að eru einhverjir sérfræðingar í menntamálum sem að ég hef aldrei hitt og kem sennilega aldrei til með að hitta. Það skiptir engu máli, ég hef bara áhuga á því sem að þeir eru að senda frá sér. En Facebook til dæmis allt öðruvísi. Að inn á Facebook þá erum við langmest í samskiptum við fólk sem að við þekkjum. Og þetta eru skólafélagar, þetta eru fjölskyldur, við erum að deila myndum af börnum okkar, við myndum aldrei setja myndir af börnum okkar á Twitter. Þannig að þetta eru mjög ólíkir miðlar og það svolítið mikilvægt einmitt að hafa þetta svolítið í huga, sko, hvað það sem ég að reyna að gera, hvað það sem ég vil fá út úr þessum miðlum og þetta rétti miðillinn til þess. Og þetta svolítið svona þjálfast, það alltaf flippa eitthvað á milli hérna glærurnar mínar. Að þjálfa svolítið eftir því sem að ég kynnist betur þessari flóru sem ég og hvernig hægt að nýta hann. En ég held að ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra núna. Ég held að þetta sé bara komið alveg sæmilega gott. Ég með fleiri glærur en ég ætla bara að deila með ykkur þessum glærum. Og ég vona að ég sé allavega búin að koma með nóg af upplýsingum að þið skiljið svolítið hvað við erum að fara að gera og sérstaklega hvað við erum að ætlast til af ykkur. Að við viljum, eins og ég segja, að stór partur af þessu að þið séu svolítið duglega að deila með öðrum því sem að þið eru að prófa ykkur áfram með og því sem að þið eru að læra í eigin starfi og ég held að fólk komist að því mjög fljótt að við lærum mest af því að miðla okkar eigin reynslu og þekkingu. Að þetta bara eitthvað sem að staðfest af mörgum rannsóknum að ef við þurfum að útskýra eitthvað sem að við erum að hugsa eða við teljum okkur vita, ef við þurfum að útskýra það fyrir öðrum, að þá náum við meiri dýpt og skiljum þetta betur. Og hitt það líka að þeir sem að eru duglegir að miðla, að þeir eru gjarnari til þess að nýta það sem aðrir deila með þeim. Og það eins og ég segi, það svona þessi styrkur í samfélaginu. Það kom spurning. Það var spurning sem ég er búinn að svara. Jú. Málstofurnar eins og ég segi, það eru tveir partar. Að það innleggið sem að verður tekið upp og deilt með ykkur áður en málstofan fer fram. Síðan verða málstofurnar sjálfar teknar upp og tekur smá tíma að vinna úr upptökunni og verða síðan settar á netið og deilt með ykkur. Já, nei, maður getur bara hlusta á málstofuna helgina eða eitthvað, ekki? Já. En það eina náttúrulega að þið fá ekki tækifærið að, vera svolítið í beinum samskiptum við þann sem að vinna með okkur og hugmyndin og ástæðan fyrir því að við ákveðum að skipta þessum vefmálstofum upp með þessum hætti að geta haft þessar rauntíma málstofur meira verklegar. Að við séum að involvera ykkur í að vinna með tækni og verkfæri og tól sem að nýtist ykkur í kennslunni. En eru ykkur fleiri spurningar? Inn á hvað deilur þú þessu? Já, inn á deilur þessu. Hún sagði inn á hvað deilur þessu? Þessu myndböndum? Við erum ennþá að byggja upp vefinn. En á meðan þá verður þetta deilt bara af Google Slides og fleira. Ég sendi ykkur tölvupóst. Eru þið ekki öll að fá örugglega tölvupóstana sem ég sendi á ég með heildarlista yfir alla sem eru skráðir?
Já, ég bið bara þá sem ekki á tölvupóst að láta mig vita og sendi þér það. Já. Og ég kem til með að deila þessu líka inn í Facebook-hópinn. Þannig að þetta ætti ekki að geta farið fram hjá okkur. Eitthvað fleira? Eitthvað meira? Nei, ég held við sem bara komum með það. Þá segir ég bara, bið að heilsa Día. Já. Long time no see. Var það ekki í partíinu hjá honum Trausta sem við hittum síðast? Það var akkurat það. Það Trausta. En eins og ég segja að bara eftir svona hálftíma þá verður sendur út tölvupóstur með tengil á innleggið fyrir þessa vefmálstofu sem að verður á morgun og upplýsingar hvernig þið tengist til að taka þátt í vefmálstofunni og ég vona að ég sjái sem flesta þar en ef það gengur ekki upp þá verður það náttúrulega tekið upp og þið fáið að kíkja á það seinna. Glæsi. Ok. Herru, glæsilegt. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Já, bless.